bara byrja á því að bjóða alla velkomna og ég svona fyrst og fremst áður en við byrjum í alvöru þá ég svona bara að kanna hvort að streymi sé að virka og svona. En þá ætlum ég bara að byrja því að fagna því að hvað eru margir mættir, það líka vonandi fólk í streymi. Hvað segir þú, Jói? Sést einhvers staðar eða? Þið megið bara halda áfram að vera að fá okkur kaffi og svona aðeins að prófa kerfið þar með byrjum. En jæja, nú ætlum ég að byrja í alvörunni. Ég heiti Þorbjörg Sandra Bakke og með mér Jóhannes Bjarki Tómasson Bansis. Við erum sem sagt frá Umhverfisstofnun en erum hér fyrir hönd verkefnisins Saman gegn sóun og líka verkefnisins Hringrásarklasans sem nýtt verkefni samstarfsnet fyrirtækja sem vilja gera vel í hringrásarmálum. En ástæða þess að við erum hér í dag og þið hér með okkur að við ætlum að leggja grunninn að nýrri stefnu Saman gegn sóun. En Saman gegn sóun úrgangsforvarna stefna. Ráðherra. Og þá alveg gott að fara yfir hvað eru úrgangsforvarnir. Og við ákveðum bara að skella upp bara hérna mjög plain útskýringunni en svo mun hann Jói fara betur yfir þetta eftir. En úrgangsforvarnir eru ráðstafanir sem gerðar eru áður en efniviður eða vara orðin að úrgangi og miða að því að draga úr magni úrgangs í fyrsta lagi, neikvæðum áhrifum úrgangs á heilsu og umhverfi og skaðlegum efnum. En við förum miklu betur í þetta eftir. Saman gegn sóun partur af stærri stefnu sem heitir stefna í 8 hringrásarhagkerfi. Og það stefna stjórnvalda innleiðingu hringrásarhagkerfis. Síðari hlutinn hann nær yfir meðhöndlun úrgangs og þar með talið flokkun á meðan fyrir hlutinn Saman gegn sóun, það eru þessar úrgangsforvarnir. Það ótrúlega auðvelt að gleyma sér í að vera að tala flokkun og við erum alveg meira þess að við sem störfum í þessum málaflokkum alla daga. Við erum alltaf óvart farin að tala flokkun. Alls það sem við komum að tala Saman gegn sóun, þá eiginlega fyrsta spurningin, hvernig á ég að flokka plast, þetta plast eða þetta málmur á snakkpokanum? Þannig að það endar eiginlega alltaf á því að það það sem fólk vil tala Þannig að við eiginlega vorum að hugsa hvort við ættum að hafa bara svona sektarbauk. Ef að fólk að tala flokkun í dag, þá þarf það borgarsekt. Við Jói erum alveg bara mjög sek að vera, við gætum borgað fyrir veitingarnar í dag, en við ætlum að reyna. En ég samt bara að grínast, þið borgið auðvitað ekki sektir af því að auðvitað fléttast þetta allt saman, en við ætlum að reyna að halda ykkur úrgangsforvarna megin. En það hefur bara margt gerst á síðustu árum í verkefninu Saman gegn sóun. Stefnan í raun frá 2016 og það sem við höfum verið að gera, það ýmislegt. Við höfum verið með málþing, við höfum gert alls konar leiðbeiningar fyrir fyrirtæki og einstaklinga, við höfum verið með herferðir, við höfum verið með verðlaun sem að lyfta upp því sem vel gert, sem heitir Bláskilin og hefur snúið aðallega plast. Við höfum verið með hackathon og bara ýmislegt fleira, mikið í útvarpinu. En það sem við höfum hingað til gert, það hefur kannski fókusað mest á vitundavakningu. Og það var alveg bara þörf á því á sínum tíma og kannski alveg ennþá þörf á því, en við finnum að bæði fólk og fyrirtæki þau vilja fara meira bara í aðgerðir. Þannig að það var alveg gott að hafa það á bak við eyrað, við erum komin á stað, en við þurfum kannski að færa okkur ennþá meira yfir eitthvað konkrétt. Þannig að, já, að því að við finnum það að fyrirtæki og fólk þau vilja hafa raunverulega áhrif. Og kannski partur af því hvað fyrirtæki hafa verið að stíga þétt inn og búin að vera í auknum mæli að leita til okkar að þessi hringrásarklasi verður til. En eins og ég sagði kannski áðan, þá hann svona samstarfsnet fyrirtækja sem vilja gera vel. En svona þegar ég hér fyrir norðan, þá leitar hugur minn alltaf
tilbaka til svona árana 90-95, en þá bjó ég einmitt hér, eða réttara sagt á Dalvík. Og það alveg gott að hugsa aðeins tilbaka til þess tíma, því það var rosalega margt sem var í gangi þá sem var kannski svolítið jákvætt þegar kemur að úrgangsforvörnum. Það var svona aðeins kannski rólegra samfélag, búðir voru opnar skemur, það var eiginlega auðveldara að gera við götin á njánum á buxunum mínum. Foreldrum mínum fannst auðveldara að gera það heldur en að fara og kaupa nýtt. Við vorum bara, tókum slátur og það var mikil nýtni í gangi. Þannig að það var margt gott í gangi þá. Og svona, sterkur hvati og vilji til að fullnýta. Það var ekki allt frábært og margt sem við erum að gera í dag betra. Það var kannski meðvitund skaðsemi alls konar efna, meðvitund loftslagsbreytingar og alls konar var minni þá en í dag. Þannig að á þessum degi þá finnst mér gott að hugsa bara svolítið aftur í tímann hvað var gott í gangi þarna 90, 95, jafnvel fyrr, þeir sem munið lengra tilbaka. Hvað gott sem við erum að gera í dag og hverju þurfum við að bæta við. Þannig að við ætlum svona saman að móta framtíðina hér og hugsa bara hvert viljum við fara. Því það ótrúlega mörg skemmtileg tækifæri sem felast í hringrásarhagkerfinu og úrgangsforvörnum. En ég ætla nú ekki að tala meira þetta og 10. áratugurinn, en fara aðeins yfir dagskrána. Þetta verður þannig að Jói, samstarfsfélagi minn, hann ætlar að tala samhengjasóun og útskýra aðeins betur þessi hugtök, fara yfir stöðuna á Íslandi og fara bara gegnum leiðir og hvaða ávinning úrgangsforvarnir geta haft í för með sér fyrir fólk og fyrirtæki. Síðan ætlum við að fá smá bara innblástur af því sem að fólk að gera og heyra því sem að gerast hér á þessu svæði. Og eftir það, þá förum við í samtali aðgerðir. Streyminu lýkur þegar erindin búin, en við munum fara yfir það hvernig þeir sem eru í streymi geta komið með tillögur að aðgerðum, en við hinn förum þá í svona samtal. En talandi 10. áratuginn, svona 91, 92, 93, það gerðist fleira gott heldur en að við vorum að nýta alls konar svona. Jóhannes Bjarki fæddist þá og hann veit miklu meira en við flest úrgangsforvarnir. Þannig að þú mátt taka við, Jói, og segja okkur meira. Takk fyrir þetta, Tobba. Takk fyrir. Já, ég veit sitthvað úrgangsforvarnir. Ég samt ekki úrgangsfræðingur, aðalega af því að það ekki til, allavega ekki ennþá. En ég líffræðingur, þannig að ég leit alltaf svona í náttúruna, í jörðina, hnöttin, eitthvað svona. Af því jörðin hið fullkomna hringrásarhagkerfi. Þegar ég fæddist þannig 93, sem Tobba minntist á, þá vorum við með sömu auðlindir á jörðinni eins og við erum með núna. En við notuðum þær allt öðruvísi. Og þetta eru sömu auðlindir og við verðum með áfram, það bætist ekkert við og það fer ekkert út úr kerfinu. Það bara spurning hversu gáfulega við nýtum þær. Þannig að fyrir mér finnst mér gott að hugsa bara jörðina sem lokað svona hringrásarhagkerfi. Það engin úrgangur í náttúrunni, eða það allavega ekkert sem fer til spillis. Allt nýtt. Það svona innspóðið sem ég fer með inn í svona úrgangsforvarnar mindsetið, getum við sagt. Við erum að miða í áttina að hringrásarhagkerfi þar sem engin sóun og þar sem ekkert fer til spillis. Það þetta svona svolítið kannski dramatískt markmið, en við erum ennþá á leiðinni þangað. Þegar ég fæddist 93, þegar Tobba var að rölta á Dalvík, að þá vorum við stödd lengst til vinstri. Við vorum í línulega hagkerfinu, það var alveg bullandi 90s. Við notuðum allt svona, við vorum kannski mikið af því sem fór í tunnuna, skilurðu, að það fór bara í ruslið, fór beint í urðun og var ekkert notað frekar. Það var bara grafið og gleymt, sko. Síðan byrjuðum við að fara í áttina að endurvinnsluhagkerfi. Sáum við getum nýtt auðlindirnar okkar betur, við gátum farið að endurvinna plast eða pappír og því fyrir norðan auðvitað langt á undan okkur fyrir sunnan í þessu. Við viljum sem sagt fara enn lengra. Við viljum fara í hringrásarhagkerfi þar sem við erum að sníða burt úrgang. Við erum að koma í veg fyrir að hlutir verði að rusli til að byrja með. Okay. Það planið okkar. Við ætlum að tala úrgangsforvarnir í dag. Það ekki orð sem einu sinni í orðabókinni, held ég. Þannig að það ekkert við því að búast að allir viti hvað það og
eins og Tobba sagði, við erum ennþá að setja í sektarbaukinn sjálf, sko. Þannig að það er ágætt kannski, ég ætla að útskýra eins og ég get hvað úrgangsforvarnir eru og hvað þeir eru ekki. Og ég veit að fólki finnst mismunandi, þú veist, að nota hérna mismunandi tól til að læra þetta, þannig að ég seti upp hérna einhverja myndir og segi og svona, en hérna þið spurjið síðan bara eftir ef að það er eitthvað sem er óljóst, eða gera svona eitthvað, svona svip og þá sé ég eitthvað, ok, ég er ekki að útskýra það nógu vel. Úrgangsforvarnir eru allt sem er fyrir ofan strik hérna. Þannig að þegar hlutur er orðinn að úrgangi, þegar við erum búin að losa okkur við hann eða við erum búin að ákveða að við ætlum að losa okkur við þetta eða þetta er eitthvað sem við verðum að losa okkur við, þá er hann orðinn að úrgangi og hann er bara fyrir ykkur úrgangsmeðhöndlun. Þessi píramídi hérna, hann sýnir svona óskalistan í úrgangsmálum og neðst er verst. Þannig að neðst, hérna förgun, ef við urðum drasl, að það er versta mögulega meðhöndlun á úrgangi. Og ég er með svona 90s árskýrslur frá Sorpu á borðinu hjá mér og mér finnst mjög fyndið að lesa þær af því að þar eru menn að monta sig af því, sko, heyrðu, við náðum að urða 85% af öllum úrgangnum. Veist, og það er gett gott. Markmiðið næsta ár, hérna 95, þá ætlum við að ná 90%, skilji. Þannig að það var besta þá, af því að ef það var ekki urðað, þá var ég bara að hendi sjóinn eða onni í skurð og kveikti því, skilji. Við erum komin svolítið langa leið síðan hana 93. Ok, svo getum við hérna að fara að gera eitthvað annað sniðugt. Við getum kannski fara að nota jarðefni sem fyllingarefni í hafnir eða eitthvað svoleiðis, skilji, brennt úrgang til að endurheimta orku. Það var eitthvað svona önnur endurnýting. Það er aðeins skárra en að urða en það er miklu verra heldur en við getum bara endurunnið efni í ný hráefni. Og frekar viljum við geta notað hlutina aftur, eða ekki? Frekar heldur en að þurfa að senda þá í einhverja endurvinnslu. Svo erum við komin fyrir ofan strik. Hvað getum við gert til að koma í veg fyrir að hlutir verði að úrgangi? Hvar getum við dregið úr sóun í framleiðslu? Getum við skorið út eitthvað óþarfa? Eitthvað staðar er eitthvað systematískt í kerfin okkar sem veldur því að við búum til meira af úrgangi en við þurfum. Ok, höldum okkur fyrir ofan strik. Hvernig líta þessar aðgerðir út? Hvað getum við gert sem er úrgangsforvarnir? Og það eru svona hversdagslegir hlutir eins og bara að afþakka eitthvað sem þú þarft ekki. Þú þarft ekki endilega einnota kaffibolla af því að við erum með fjölnota kaffibolla hérna, perfekt dæmi, skilji, þú veist, og við sem, hvort sem við erum neytendur eða fyrirtæki eða stefnumótendur, þú veist, þetta er allt dæmi eitthvað sem við getum gert, hvort sem er heima eða í vinnunni eða hvar sem er. Þú veist, afþakka, endurhugsa, er hægt að gera eitthvað fleira, er hægt að hanna vörur öðruvísi þannig að það er minni úrgang, skilur, draga úr, þurfa pakningar að vera til staðar og ef við þurfum að nota pakningar getum við minnkað þær eða haft þær úr þynnra efni, skilji. Og svo fram eftir götum, endurnotkun, viðgerðir, endurframleiðsla, þetta er allt perfekt dæmi úrgangsforvarnir. Og svo fyrir neðanstrik hana er endurvinnsla, við ætlum ekki að tala um hann í dag. Ok, þetta er eitthvað sem við erum svona búin að vera að blaðra í alveg talsvert mörg ár í samangengssóun. Við erum alltaf að tala við neytendur, við heimili, við einstaklinga, skilji, og við erum alveg búin að komast svolítið langt í því. Þetta er svona dæmi úr viðhorfskönnun sem við gerum alltaf reglulega. Ég held að á 2-3 ára fresti gerum við svona viðhorfskönnun í umhverfismálum og eitt af því sem við spurjum er hversu mikið eða lítið reynir þú að lágmarka magn matar og drykkjar sem er hent á heimilinu? Basically hversu mikið af úrgangsforvörnum í matarsóun, þú veist, hvað ertu mikið að pæla í því? Og þið sjáið þarna að nánast allir segjast pæla meðal mikið eða meira í því, skiljiði. Þannig að þetta er greinilega eitthvað sem er ofarlega í huga hjá fólki. Meira svo að þeir sem að pæla fremur lítið eru þá allavega að hafa þetta bak við eyrað. Það er eiginlega bara dökkrauða sneiðin sem eru þeir sem eru lítið eða ekkert að pæla í þessu. Hvað er mikil matarsóun á heimilinu? Þetta eru sko 99,1% sem er allavega eitthvað að pæla í hversu mikil matarsóun er á heimilinu. Það eru sko fleiri en er að horfa á skaupið, skiljiði. Þetta er eitthvað sem fólk er meðvitað og fólk fer ekkert bara eitthvað í vinnuna og hættir þá að pæla í þessu. Þetta er eitthvað sem fólk er orðið meðvitað en það vantar kannski systematíska hvata eða einhver nudge einhvers staðar. Ok, þannig að fólk er meðvitað. Við sjáum líka í einhverjum úrgangsflokkum að þar erum við að ná einhverjum árangri. Magn úrgangs er að minnka. Eitt gott dæmi hérna er textíl. Textílmagn, sem sagt það sem fór í ruslið hjá okkur, það fór vaxandi til ársins 2016 og síðan þá hefur það verið að dragast saman. Og við erum búin að nota sömu aðferðafræði til að mæla þetta hérna í talsvert langan tíma, þannig að þetta eru allavega niðurstöður sem eru kerfisbundnar. Við auðvitað náum ekki að mæla allt hagkerfið, skiljið, þannig að það geti verið einhver gloppur þannig í tölfræðinni. En við erum allavega að sjá þannig að trendið er á niðurleið og hefur verið á niðurleið síðan 2016
fólk allavega að pæla í því hvað það hendir mikið af fötum. Ok, við erum búin að ná vel til neytandans, til almennings og fólk orðið meðvitað það, við sjáum jafnvel hegðunni byrjuð að breytast. Þess vegna svo spennandi að hafa fyrirtæki að borðinu í dag, af því við erum ekki búin að ná nógu vel til þeirra og fyrirtæki hafa líka verið að kalla eftir því að fá meiri aðkomu, hafa meira það að segja, hvernig úrgangsforvörnum sinnt, hafa áhrif á stefnumótun og svoleiðis. Myndin sem ég sett upp á skjá hérna, hún sýnir magn úrgangs á Íslandi 2015. Allt þetta dökkbláa sem merkt rekstrarúrgangur, þetta allt bara hreinn úrgangur frá fyrirtækjum og þetta oft úrgangur sem frekar auðvelt að koma í frekara meðhöndlun. Hann fellur til í miklu magni og yfirleitt tiltölulega auðvelt að koma í einhverja góða meðhöndlun eða koma í veg fyrir að hann falli til. Allt þetta græna, þetta úrgangur frá heimilum og frá smærri fyrirtækjum og allt þetta gula að þetta svona þessu við köllum úrgangur frá mannvirkjagerð eða byggingar- og niðurrifsúrgangur. Ekkert vera eitthvað að obsessa yfir þessari gulu súlu, mest á sig bara möl og sandur og grjót sem svona kannski frekar verðlítill úrgangur en hann fellur til í miklu magni. En pointið mitt á þessari glæru ekki eitthvað að sýna að einhver sé að standa sig vel eða illa eitthvað svoleiðis, það alls ekki þannig. Það mjög eðlilegt að myndin sé svona, auðvitað fellur langmest til af úrgangi hjá fyrirtækjum sem í framleiðslu og neytendur geta haft einhver áhrif en fyrirtæki með sinni stefnumótun geta haft enn meiri áhrif hér. Þess vegna áhugi hjá okkur að ná betur til fyrirtækja og við finnum að það áhugi til staðar. Ok, talandi það, hvað ætlum við að gera í dag? Við erum með þessa stefnu nú þegar saman gegn sóun. Þetta ég að segja gamla stefnan, ótímabært að segja það. Þetta stefnan sem við erum að endurskoða núna. Hún skipt upp í svona efnisflokka að mestu leyti. Hún tók gildi þannig 2015, ekki? Jú, 2016. Þar byrjuðum við á matvælum og tókum fyrir einn efnisstraum í einu og hver efnisstraumur var í 2 ár. Þannig að þarna settum við nefið ofan í matasóun, við sem vinnum á umhverfisstofnun og í saman gegn sóun. Við fórum að obsessa við því, búið til fræðsluefni og kennsluefni fyrir skóla og halda námskeið og fara í viðtöl og svona alls konar. Og síðan, ok, við erum búin með matasóun, höldum áfram, næsta mál, plast, skiljiði. Og þetta var mjög gagnleg nálgun þegar við vorum að byrja þessu. Við finnum hins vegar, við erum búin að ná vel til fólks, fólk þekkir úrgangsmál og úrgangsforvarnir miklu betur heldur en þegar þetta verkefni fór á stað. Þannig að við erum svona aðeins tvístígandi hvort þetta sé svo nálgun sem við munum taka í nýrri stefnu, þetta eitthvað sem við munum bera undir ykkur á eftir, held ég. Annað sem við erum líka að pæla, sem gæti verið gagnlegur vinkill í nýrri stefnu, að það hvaða aðferðir getum við notað til þess að draga úr magni úrgangs. Þannig að hér erum við meira svona að horfa á hvaða leiðir henta fyrirtækjum best til þess að þau geti dregið úr magni úrgangs sem fellur til hjá þeim. Við getum farið margar leiðir að sama markmiði, að minnka sóun og bara svona, lesi upp þennan lista þetta eitthvað sem okkur datt í hug og passar ágætlega við svona opinbera stefnumótun að skipta upp í þessar aðferðir, opinber innkaup til dæmis, gögn, aðgengi að fjármagni, skattar og ívilnanir. Þetta allt tól sem við getum notað að sama markmiði en geta hendað mismunandi aðilum og við viljum auðvitað bara velja það sem hefur mest áhrif. Regluverk, vitundavakningu og fræðsla, ráðgjöf til fyrirtækja, vottunar og viðurkenningar, sama pæling. Ef ég bara stilli upp einu svona raunhæfu dæmi hvernig þetta getur litið út, við nýlega þá ákveðum við ætlum að nota minna af einnota plastpokum og við getum farið margar mismunandi leiðir í stefnumótun til að ná því markmiði og ég bara mátaði þetta dæmi við þessar aðferðir sem eru á listanum. Þannig að ok, við erum búin að ákveða við ætlum að nota minna af einnota plastpokum, við getum beitt okkur í gegnum opinber innkaup, ríki og sveitarfélög þau bara hætta að kaupa einnota plastpoka, og þannig sjálfkrafa drögum við úr eftirspurninni og hvetjum fólk til að hugsa á nýjan hátt. Við getum líka safnað betri gögnum, kannski vita menn ekkert hvað fellur mikið til af einnota plastpokum í sveitarfélaginu, erum við að standa okkur vel eða illa nú þegar. Aðgengi að fjármagni skiptir auðvitað miklu máli líka og það oft þröskuldur. Eru fjárfestar tilbúnir að fjárfesta í nýjum lausnum, getur við verið hvati að því að auka aðgengi að fjármagni einhvern veginn. Skattar og ívilnanir náttúrulega tala vel til margra. Það getur fengið afslátt af sköttum ef maður stendur sig vel eða getur fengið niðurfellingu á virðisaukaskatti, ég veit ekki hvað. Regluverk, bönnum bara plastpoka, það svona kannski einfaldasta leiðin en það auðvitað fleiri leiðir inn í regluverk til að hafa áhrif. Vitundavakning og fræðsla eitthvað sem við höfum verið að sinna mjög mikið, að upplýsa neytendur, upplýsa fyrirtæki skaðsemi plasts og kannski benda á eitthvað sem má gera betur.
Og svo ráðgjöf til fyrirtækja. Hvernig hægt að innleiða þetta? Lífplast plast og hvernig passar þetta og hitt og þetta inn í regluverkið? Og svo auðvitað þannig í lokin vottanir og viðurkenningar. Hægt að fá svona kannski skýrari skilaboð hvað góð lausn og hvað ekki? Getum við veitt ykkur verðlaun fyrir þá sem að gera vel, lyft ykkur upp á samfélagsmiðlum með eitthvað svoleiðis sem að standa sig vel og viljum vekja athygli á? Þetta eru allt leiðir að sama markmiði, að minnka notkun á einnotaplasti. Ok, þetta er eitthvað sem við ætlum að pæla í á eftir. Í millitíðinni fáum við nokkur erindi, en ég ætla bara að skilja ykkur eftir með svona þessa pælingu að við náttúrulega, ég þarf ekki að segja ykkur, við eigum takmarka magn af auðlindum, við vitum það öll sko, en það er alveg bara kominn tími til að pæla í því í praktík, ekki bara í hugmyndafræði. Þú veist, neytendur og bara fólk yfir höfuð, öll hérna inni, vita að við erum að sóa of miklu. Þetta er eitthvað sem fólk veit, fyrirtæki vita líka, fyrirtæki að kalla eftir í að fá aðkomu að þessu hjá okkur, þannig að það einhvern veginn, það allir klárir. Evrópusambandið sko á fullu að dæla út regluverki, við höfum aldrei séð þau vinna jafn hratt í neinu eins og þau að vinna í úrgangsmálum núna. Þannig að regluverkið á leiðinni hvort þið er. Þetta að fara að koma til okkar, þannig að það er ágætt að við bara setjum okkur í stellingar og gerum vel, því þarna hægt að draga úr sóun, það hægt að auka verðmæti í hagkerfinu okkar. Og það enginn sem fylgjandi sóun. Það geta allir verið saman borð í þessum báti, sko. Þannig að ég bara hlakka geðveikt mikið til að brainstorma með ykkur eftir. Í millitíðinni fá ykkur erindi. Tóma, vilt þú ekki bara taka við aftur? Takk fyrir þetta, Jói. Þetta, setur ykkur í stellingarnar á eftir, en svona áður en við förum af stað í að dæla út hugmyndum og tala saman, þá ætlum við að fá alls konar innblástur og ég ætla að byrja á því að fá Albertínu frá sambandi sveitarfélaga á Norðurlandi eystra til að tala hringrásarhagkerfið á Norðurlandi eystra. Þannig bara gjör svo vel. Sælverði og gaman að vera hérna með ykkur og bara takk hérlega fyrir að bjóða okkur að taka þátt í þessu samtali. Við hjá Samtökum sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra erum að gera ýmislegt í þessum málum, en svo líka bara svo gaman að þegar ég fór að velta fyrir mér hver staðan væri hérna á Norðurlandi eystra að átta sig á að við erum bara að gera margt rosalega gott. Þannig að mér langaði svolítið út af því að ég veit að við erum stundum svolítið dugleg, það er svo auðvelt að rífa sig niður. Að þá langaði mig frekar að koma aðeins með jákvæða hliðarnar hérna og fara aðeins yfir það sem við erum að gera vel. Bara svona rétt aðeins til þess að tæpa á hlutverki SSNE, hvað er SSNE? Bara örstutt hérna í byrjun, þá erum við samstarfsvettvangur sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, auk þess sem við höfum það hlutverk að styðja sérstaklega við menningarlíf og atvinnulíf á svæðinu og bjóðum upp á ýmsa þjónustu til almennings og fyrirtækja, þar á meðal ráðgjöf á sviði atvinnuþróunar og menningar. En þá höfum við líka verið býsna öflug á sviði umhverfismála og hrintum meðal annars af stað grænum skrifum SSNE, fyrirmynd Umhverfisstofnunar, fyrir sveitarfélögin á Norðurlandi eystra á síðasta ári sem hefur verið ótrúlega skemmtileg og mikilvæg vegferð. Við störfum og byggjum okkar starf á sóknaráætlun Norðurlands eystra, en það er okkar hlutverk að fylgja henni eftir og eins og þið sjáið hérna á myndinni þá fókusar hún á þessa flokka, þar að segja atvinnuþróun og nýsköpun, menningu og umhverfismál. Og þannig að það eru íbúar á Norðurlandi eystra völdu að hafa umhverfismál sem einn af fókushópunum í öllu starfi á árunum 2020-2024. Þannig að þetta er eitthvað sem skiptir okkur miklu máli, umhverfismálin. Fyrir þau ykkar sem veit ekki hvað sóknaráætlunin þá hún í grunninn samningur á milli landshlutana og ríkis það sem sammælst ákveðna framtíðarsýn og markmið fyrir viðkomandi landshluta og í sóknaráætlunum kemur svo fjármagn frá ríki og sveitarfélögum í verkefni og þar á meðal náttúrulega umhverfisverkefni. Og á þessu ári eru til að mynda 127 milljónir settar í verkefni sóknaráætlunar og þar á náttúrulega alveg sletti í umhverfismál. En ég hvet ykkur að þið hafið áhuga að vita meira þetta, sem erindið er náttúrulega ekki að kíkja á heimasíðuna okkar á ssne.is, aðeins að stelast hérna til þess að vekja athygli á þessu.
Norðurland eystra er náttúrulega svolítið stór landsluti, þannig að bara svo við gerum okkur grein fyrir að við erum að tala alveg frá Siglufirði fyrir norðan okkur og alveg að Bakkafirði í austri. En þegar maður hugsar hringrásarhagkerfið þá stundum svolítið erfitt að átta sig á því hvar maður á eiginlega að byrja. Þetta náttúrulega hringrás. En það náttúrulega fegurðin líka við hringrásina, það má í rauninni byrja hvar sem og ná samt alltaf árangri þó að árangri sé ólíkur eftir í hvar við byrjum. En hérna í þessari kynningu þá langaði mig að fara svolítið vítt og breitt sviðið til þess að gefa ykkur smá tilfinningu fyrir stöðunni hérna á Norðurlandi eystra. En í þessum víðfeðma landshluta að finna ótrúlega mörg skemmtileg og áhugaverð dæmi hagkerfið og má segja að staðan hjá okkur eins og ég nefndi áðan sé virkilega góð þó að enn séu þetta mikil tækifæri til þess að bæta okkur. Ég ætla að stikla inn á stóru í framhaldinu og ég vonaði fyrirgefa mér að ég örugglega að gleyma einhverjum frábærum dæmum en þau koma þá kannski líka fram í umræðinu á eftir. En kannski eðlilega í ljósi þess og ég veit að það bannað að tala hvernig við vinnum með úrganginn okkar, þá langar mér samt að byrja á því að hrósa sveitarfélögunum á Norðurlandi eystra fyrir þá framsýni sem þau sýndu árið 2007 og var nú reyndar bara í miðju hruni sem ákveðið að byggja moltu hérna í Eyjafirðinum. En síðan þá hefur lífrænum úrgangi verið safnað frá heimilum hér í landshlutunum og hann nýttur til þess að búa til moltu sem síðan nýttur á fjölbreyttan hátt til að mynda til þess að halda golfvellinum okkar grænum sem náttúrulega bara mjög jákvætt. En eins og Jóhannes kom inn á þá snýst hringrásanýtingin ekki bara það að taka úrgang og vinna úr honum heldur alls konar nýtingu, ekki henda hlutunum yfir höfuð bara út af því að okkur langar ekki að eiga það lengur, heldur koma þeim einhvern veginn í notkun og nýtingu og þar skipta samfélagsleg verkefni oft gríðarlega miklu máli. Það hefur verið mikil gróska í loppum og nytjamörkuðum víðsvegar landshlutann og má heita að það séu loppur á langflestu þéttbýlistöðum hérna á Norðurlandi eystra. Og þá má ekki gleyma öllum þeim mikilvægu þjónustuaðilum sem hjálpa okkur að eiga hlutinu okkar aðeins lengur og út af því að við erum hérna á Akureyri þá nefni ég dæmi til dæmis litlu saumastofuna, skósmiðinn og álfana. En síðan eru líka hlutir sem maður kannski fattar ekki að eru hluti af hringrásarhagkerfinu sem til dæmis þjónusta byggingavöruverslana hérna í landshlutunum þar sem þú getur leigt tæki sem þú þarf kannski bara að nota einu sinni á ævinni. Þú veist eins og við hjónin erum í svona framkvæmdum og leigðum hérna einhverja svona sköfu í byggingavöruverslun hérna í staðinn fyrir að vera að kaupa hana til þess að eiga hana og nota hana aldrei aftur. Þannig að það er ótrúlega gott dæmi og mikilvægt, eitthvað sem bara mjög dýrmætt, bæði fyrir einstaklinga og fyrir umhverfið. Þá skíðaþjónustan á Akureyri, löngu orðin landsfræg, að stuðla að bættri nýtingu bæði á skíðum og hjólum Norðlendinga og líklega bara landsmanna allra. Það eru mjög margir sem að koma með skíðin fyrir börnin frá síðasta ári þegar þau koma á skíða á Akureyri og skipta út. En þá náttúrulega ekki heldur hjá því komist að nefna þá forystu sem að bókasöfnin í landshlutunum hafa tekið þegar kemur að hringrásarhagkerfinu með Amtsbókasafnið fremst í flokki. En eins og mun náttúrulega koma fram hérna á eftir þá hafa þau verið að gera magnaða hluti á þessu sviði. En það má líka nefna sem dæmi bókasafnið á Húsavík sem hefur staðið fyrir skiptimörkuðum eins og til dæmis á spilum og púslum þar sem að þúsundir púsla hafa verið að skipta hendur sem náttúrulega algjörlega magnað. En ef við færum okkur aðeins úr þessu samfélagslega, þessu sem kannski stendur íbúunum næst og yfir í atvinnulífið og hvernig fyrirtæki eru að styðja við hringrásarhagkerfið. Við erum náttúrulega með fyrirmyndardæmi eins og hér í Sæplasti og verður kynnt hérna á eftir sem að þjónar einmitt okkar stærsta atvinnugrein sem er sjávarútvegurinn. En ástæða þess að ég byrja hér á að nefna sjávarútveginn þó ekki út af því að hann er stærsta atvinnugreinin heldur út af því að sjávarútvegurinn hefur verið til fyrirmyndar á síðustu árum og áratugum þegar kemur að nýtingu afurða og úrgangi. En sjávarútvegurinn hefur á síðustu áratugum farið úr því að henda bara alveg ótrúlega miklum verðmætum í að nýta nánast hverja einustu örðu. Það eiginlega bara vandamáli að þú vilt komast í úrgang úr sjávarútvegi, það eiginlega ekki hægt út af því að þetta allt orðið svo mikil verðmæti. Og það má náttúrulega hrósa fyrirtækjum eins og Samherja, við erum öll með myndir hérna frá Dalvík, Samherja sem hafa lagt vinnu og fjármuni í þá vegferð og nýta allt sem að fellur til verðmætasköpunar.
og hámarka þannig nýtingu hráefnisins á öllum vinnslustigum sem er náttúrulega takmarkið okkar, að nýta vörun okkar sem allra best. En hringrásarhagkerfi getur svo líka verið útrúlega mikilvægt tól þegar kemur að nýsköpun og svona nýskapandi hugsun. En hér í landshlutanum eru einnig til fyrirmyndar fyrirtæki sem hafa farið í að leysa einmitt úrgangsvandamál í sjávarútvegi til dæmis með nýsköpun og nýtingu. Og má meðal annars nefna þar Genís og Primex á Siglufirði sem að byggja framleiðslu sína á rækjuskel sem var áður dælt bara í höfnina og höfnin var nú oft ansi rauð og bleik. En hún núna er náttúrulega kítósan og framleiðslu á húðvörum, bætaefnum og lyfjum. Fleiri fyrirmyndaverkefni úr atvinnulífinu má nefna eins og til dæmis norðursiglingu á Húsavík sem hefur verið að taka gamla eikarbáta og gera þá upp og nýta í hvalaskoðun og hafa meira að segja nýtt til þess rekavið. Bara alls konar náttúrulega hluti í verðmætasköpun á sviði ferðaþjónustu. Að lokum ætla ég að nefna nokkur verkefni sem við hjá SSNI og sveitarfélögin á Norðurlandi eystra höfum komið að, en það er til að mynda Eimur sem er félag í eigu SSNI, Landsvirkjunar, Norðurorku, Umhverfisorku og Loftslagsráðuneytis og Hitaveitu Húsavíkur. En það er verkefni sem einfaldlega hefur það verkefni að stuðla að bættri nýtingu á Norðurlandi eystra og þá náttúrulega sérstaklega verið að horfa til að mynda glatvarma frá fyrirtækjum á svæðinu eins og til að mynda frá jarðvarmavirkjunum og frá framleiðslufyrirtækjum á svæðinu. Og þá hýsir Eimur einnig græna iðngarða á Bakka, en eins og kemur fram á heimasíðu verkefnisins árbakki-ecopark.com þá er grænir iðngarðar vettvangur fyrir iðnað sem að setja sér skýr markmið að nýta alla auðlindastraumana á svæðinu sem er gríðarlega mikilvægt. Og þá höfum við hjá SSNI unnið ötullega að uppbyggingu líforkuvers á Norðurlandi eystra síðasta árið eða svo, en þar er hugmyndin að byggja upp úrvinnslu á svokölluðum Cat 1 úrgangi og búa til í rauninni verðmæti úr honum, búa til lífdísil og það kemur kjötmjöl og fita sem er þá hægt að brenna í stað þess að henda eða brenna í sorpbrennslu eins og er gert í dag því miður. En líforkuverið er bara virkilega flott dæmi hringrásarnýtingu og ég held að ég fullyrði að við séum mjög spennt að sjá það vaxa upp. En ef einhver vill vita meira þá er Kristín Helga Schött framkvæmdastjóri verkefnisins á svæðinu líka. Ég er alveg að vera mun. Við hjá SSNI höfum lagt mikið upp úr umhverfismálum eins og ég komið að áðan og enda eitt af markmiðum sóknaráætlunar og eitt af því sem við höfum komið að er meðal annars norðanáttin og krubbur á Húsavík sem voru ótrúlega skemmtileg dæmi þar sem við fókusum á hringrásarhagkerfið og lausnir í því samhengi og hvet ykkur til þess að skoða það. En að lokum í upphafi erindisins þá nefndi ég að það væri stundum svolítið erfitt að muna og fatta hvar maður á að byrja þegar kemur að hringrásarhagkerfinu og eflingu þess, en þetta er líklega kannski bara ekkert svo flókið. Leikskólanar okkar eru alveg hreint frábær fyrirmynd þegar kemur að bættri nýtingu og allskyns endurnýtingu bæði til sköpunar og til fræðslu og enda ég þetta erindi listaverki sem er núna verið að sýna á Glerártorgi. Listaverk sem voru unnin af börnunum á Tröllaborgum. Og þarna sjáum við dæmi fjölbreytta nýtingu á ýmsum hlutum sem mér hefði allan kannski ekki dottið í hug að nýta á þennan hátt. Þetta eru allt frá eggjabökkum til klósettpappírrúlla og kaffipoka. Og það er líklega þarna sem við eigum akkúrat að byrja. Það er þarna strax á leikskólanum að innleiða mikilvægi þess að nýta og endurnýta og sóa ekki. Hvort sem er til verðmætasköpunar eða einfaldlega til sköpunar, til auðgunar samfélagsins og okkar og náttúrulega heimsins alls. En annars bara þakka ég kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta. Það er greinilega mjög margt sem er nú þegar í gangi og svona gott að hafa bak við eyrað þegar við förum að vinna stefnuna eftir að við erum bara að fara að halda áfram að lyfta upp svona flottum hlutum og ganga lengra í þessum efnum. Og það er svo gott einmitt að sjá að stjórnvöld og þá eins og sveitarfélög hvað þau eru að stíga þétt inn í þennan málaflokk. Að því eins og Jói kom inn á áðan þá er þetta náttúrulega samspil. Einstaklingar eru margir hverjir komnir á stað, meðvitundurinn er til staðar, fyrirtækin vilja stíga þétt inn
og þá er náttúrulega alveg geggjað ef að sveitarfélögin styðja við þetta, þannig að þetta hangir allt saman. Þetta held ég að við þurfum að hafa bak við eyrað þegar við vinnum að stefnunni á eftir. En við ætlum að halda áfram bara að fá smá inspirasjón, heyra hvað er hægt að gera meira, hvað er meira flott í gangi, hvað er hægt að gera. Og eins og þið þekkið nú örugglega flest, þá eru geggjaðir hlutir að gerast í amtsbókasafninu. Sjálf kem ég hérna alltaf ef ég er í fríum á yndislegar stundir með fjölskyldunni og svo bara fylgist ég með þeim á samfélagsmiðlum og það er eiginlega fáir sem jafn oft nefndir sem svona fyrirmyndir, bara þegar maður er að tala við aðalega, bara já, okkur langar að gera meira eins og amtsbókasafnið, þau eru að gera svo margt sniðugt. Þannig að það verður klárlega innblástur að heyra meira. Þannig að Hrönn, þú mátt bara taka við og segja okkur. Halds og trausts bara. En já, komið sæl. Ég heiti Hrönn og er verkefnastjóri á amtsbókasafninu. Hvað íti ég á þetta? Ég hef aldrei notað svona. Örin, einmitt. Já, þar sé ég meðal annars hringrásarverkefnin. Ég ætla aðeins að tala við ykkur tækifærin í deilihagkerfinu. Deilihagkerfi, hringrásarhagkerfi, þið þekkið þessu hugtök. En fyrir mjög mörgum að þá þetta svona kannski bara einhver orð sem að sérfræðingar og stofnanir, fyrirtæki nota til þess að svona aðeins að stæra sig af. Í hverju viku þá tökum við á móti skólahópum á bókasafninu og við spyrjum þau, vitið þið hvað hringrásarhagkerfi er? Svarið er yfirleitt nei, en leið og við byrjum að útskýra fyrir þeim að þá svona já, þá fattu þau þetta. Af því að við erum öll þáttakendur í hringrásarhagkerfi, hvort sem við gerum okkur sérstaklega grein fyrir því eða ekki. Ég til dæmis fékk hennan ljómandi fína samfesting á loppumarkaði og það eru örugglega fleiri í salnum í notuðum fötum. Hversu margir eiga notaða bíla? Hversu mörg hafa gefið áfram barnaföt sem eru orðin of lítil? Og kannski fengi barnaföt gefins líka. Einmitt. Hafið þið farið í veislu og svo fengið að taka afganga með ykkur heim? Hafið þið fengið bók lánað á bókasafni? Af því að bókasafn er náttúrulega ekkert annað en deilihagkerfi. Ísak hérna, hann kemur, fær lánaða bók, les hana, skilar henni og svo kemur Kristín Helga og fær nákvæmlega sömu bók lánaða og svo koll af kolli. En það er enginn sem að segir að þessi bara hægt að lána bækur. Það er hægt að lána út spil. Það er hægt að lána út kökuform, plokktangir, matarstell, verkfæri, leikföng. Það er í rauninni engin takmörk svo framalega að fólk getur skilað því aftur sem það fær lánað. En ef það er ekki hægt að skila því, að þá er samt sem áður hægt að deila því. Það er hægt að deila fræjum. Það er hægt að deila fatnaði, leikföngum, skógjöfum, spilum og púslum. Það er hægt að deila mat. Það er sem sagt ekki síður, bókasöfn er í rauninni ekki síður vettvangur til þess að deila og skiptast á hlutum en að lána. Og ég veit ekki hvort að fólk áttar sig almennt á því, en það er gríðarlega mikil umferð bókasöfn á Íslandi. Og svo við tökum dæmi á svona hefðbundnum degi á amtsbókasafninu að þá að koma milli 300 og 400 manns. Og þá er ég ekki að tala daga þegar það er einhverju viðburðir. Þetta er bara venjulegur þriðjudagur, 300 til 400 manns. Þannig að við getum ímyndað okkur hvaða áhrif það hefur á úrgangsmál þegar 300 til 400 manns hafa á hverjum degi aðgang að vettvangi þar sem er hægt að fá lánað, þar sem hægt er að gefa hluti áfram, þar sem hægt er að fá hluti í staðinn fyrir að kaupa þá. Já, þetta snýst svo mikið hugafar, því að þurfum við virkilega eiga allt. Getum við gefið áfram,
það sem við þurfum ekki að nota lengur? Getum við fengið lánað? Þurfum ekki endilega að eiga þetta allt? Og já, þó að þetta snúist nú svona fyrst og fremst bókasöfn hjá mér, að þá er þetta hugmyndafræði sem er hægt að nota á miklu fleiri stöðum. Vinnustaðir og skólar eru til dæmis frábær vettvangur til að deila og skiptast á hlutum. Íbúasamtök, foreldrafélög, íþróttafélögin. Ég meina, hversu frábært væri það ef það væri bara vettvangur þar sem hægt er að koma áfram tómstundabúnaði og íþróttafatnað. Því ég meina, við vitum það að krakkarnir þau vaksa bara á 0,1, þannig að þú þurft að kaupa nýja takkaskó á hverju einasta ári. Og þú veist, þetta er bara borðeigandi að það ætti að vera hægt að skipta þessu út. Og svo sjáum við náttúrulega auðvitað sífellt fleiri dæmi rekstur á þessu svið. Það er eiginlega bara sama glæra á Albertínu var með. Þannig að þið þekki náttúrulega öll hopp. Þið þekki þessa nytja og loppumarkaði, Spjara sem að leigir út fatnað. Og það vantar endar inn á glæruna því ég sendi þetta frá mér á föstudag. En núna helgina þá heyrði ég á nýju verkefni sem heitir Stöff. Þar sem að þetta er svona vettvangur þar sem að fólk getur lánað og leigt út hluti sem það á. Þannig að til dæmis ef ég er búin að vera hérna bara eins og hamhleypa í garðinum og þarf að fara með þetta allan garðúrganginn upp á gámasvæði, þá get ég kíkt inn á þessa síðu og séð þar að bara Kalli í þar næstu götu, hann er til í að leigja út kerruna sína fyrir 2000 kall daginn. Og bara fer ég þangað og fæ kerru. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem að við getum séð meira af og mun fleiri sviðum. Og þetta er eitthvað sem við munum sjá meira af. En ég ætla aðeins að halda áfram að dásama almenningsbókasöfnin af því að þau náttúrulega standa fyrir ótal viðburðum og fræðsluerindum á hverju ári. Fræðslan er alltaf ókeypis og það sem meira er að það er ekki endilega bókasöfnin sem að standa að baki þessu. Þau sem eru að skipuleggja svona viðburði, þetta eru grasrótarsamtökin, hugsjónafólkið og bara fólk sem vil nota þennan vettvang til að koma boðskapnum á framfæri. Og svona að lokum þá vil ég benda á eitt mjög skemmtilegt og það er að samkvæmt íslenskum lögum að þá eiga öll sveitarfélög að vera með almenningsbókasafn. Ég vil meina að þetta sé alveg frábært en oft á tíðum mjög vannýtt verkfæri. Af því að bókasöfn, þau hafa þarna alveg bara áratuga, árhundruða reynslu í þekkingamiðlun og deilihagkerfi. Það þarf ekki alltaf að finna upp hjólið og þarna er strúktúr sem að virkar og er hægt að byggja ofan á. Þannig að nýtið ykkur það. Takk fyrir. Já, geggjað. Ég er mjög mikil áhuga manneskju bókasöfn og vann sjálf lengi á bókasöfnum og ég bara tek undir þetta. Þetta er svo geggjaður vettvangur sem við getum nýtt ennþá betur en það er ótrúlega margt flott að gerast nú þegar. En það er, eins og ég sagði áðan, það er margt flott búið að vera í gangi lengi. Í aðdraganda þess að við vorum að skipuleggja þennan viðburð og ákveðum að heyra í Sæplasti og rifjaðist upp fyrir mér að ég fór einmitt örugglega í kringum 92-93, þá fór ég á öskudegi í Sæplast. Á öskudegi, þetta gæti verið að slá eitthvað saman hjá mér, í einhverjum gömlum trúðabúningi sem ég hafði erta frænku minni, þannig að það var svona þessi hugsun í gangi. En við fórum í Sæplast og ég man að strax þá fann maður og svona heyrði og lærði að þetta var fyrirtæki sem var með svona framtíðarhugsjón. Það hugsa fram í tíman, vildi gera vel og jafnvel þó að ég hafi verið þarna kannski 7-8 ára gömul, þá var ég bara svona, ok, geggjað, hér er eitthvað fyrirtæki sem að bara svona, og þetta var fyrsta sinn sem ég sá einhvern svona bara fullorðna einstaklinga vera að lýsa framtíðinni, einhver svona framtíðarsýn. Þannig að það er ótrúlega gaman að sjá að það er ennþá staðan hjá þeim. Þau eru bara á ákveðinni leið, þannig að við erum svolítið spennt að fá næsta erindi. En það er hann Arnar Snorrason frá Sæplasti sem ætlar að segja okkur á halda erindi, segja okkur frá Sæplasti og erindið heitir að halda samkeppnisforskoti á alþjóðamörkuðum í 40 ár á forsendum umhverfis. Það bara gjörðu svo vel.
Komið sæl. Ég er mjög stoltur að geta staðið hér í dag og sagt aðeins frá starfsemi Sæplast í örfáum orðum og ekki síst að ég get staðfest það að við erum að vinna úrgangsforvörnum, þannig við erum fyrir ofanstrikk á Jónasi, allavega enn sem komið en hvernig á að halda samkeppnisforskrift til alþjóðamörkum í 40 ár. Sæplast var stofnað á Dalvík 28. febrúar 1984 og við fögnum því 40 ára afmæli í ár og erum gríðarlega stolt af því. En hjá Sæplast á Dalvík starfa 60 manns og við erum með starfsemi í 4300 fermetra húsnæði. Við erum með 3 svokallar hverfisteypu vélar sem skila 13 milljón evru veltu á ári. Við erum að umbreyta 2000 tonnum af plasti á ári í ker og byggingavörur. Og vörurnar okkar eru seldar til yfir 100 landa allan heim. Að auki, þá fyrir 12 árum síðan, þá stofnaði Sæplast í samvinnu við lykil viðskiptavini fyrirtækið iTub. En þar fer fram leiga og þjónusta með endurnýtanlegar umbúðir. Ég kem aðeins meira og betur á því og eftir. Ég gerir ráð fyrir að þið vitu öll hvað þetta hérna táknar, er ekki? En fyrir ykkur sem það ekki vitið, þá þetta efnasamband fyrir ákveðna tegunda plasti. Eins og við vitum, við komumst alla í gegnum daginn á þess að plast verður á vegi okkar eða við verðum þess áskynja á einn eða annan hátt. Tökum sér strax tannburstana á morgnana sem eru úr plasti. Þannig að plast okkar huga frábært hráefni, þó svo að við líka séum hér fyrir að það hafi sína ókosti. En því miður það umgengnin sem að skapa þá slæmu ímynd og þá sýn sem að gæti verið að birtast eins og þessi hér. Þetta ekki plastun að kenna, það síður en svo. Því miður það ekki þannig. Plast frábært hráefni sem ég sagði, en því miður þá það umgengni okkar mannana sem skapar það að við erum að sjá myndir eins og þessa hér. Við hjá Sæplasti sjáum þetta aðeins öðruvísi. Við erum að búa til endurnýtanlegar umbúðir sem endast lengi og eru endurvinnanlegar og umbúðir sem þessar að búa til verðmæti fyrir margvíslegan iðnað. Þegar við erum að nota kerin margvíslegum iðnaði þá erum við fyrst og síðast að við erum að tala umbúðirnar sterkar og öruggar. Þú skapar öruggara vinnuumhverfi, þú eykur matvæla öryggi, þú bætir meðferð hráefnis og þú þar með eykur verðmæti hráefnis og þú eykur afköst. Og það verður til vinnusparnaður og minni kostnaður. Allt þetta verður til þess að það minni sóun í öllu því sem við erum að gera. Vegna þess að sóun snýst ekki bara flokkun og annað slíkt. Þetta löng virðiskeðja sem við verðum að horfa til. Og kerin okkar, þau eru nýtt til að búa til hágæða hráefni og draga úr sóun. Hér dæmi hvernig við verðum að nota kerin til að búa og vinna loðnuhrogn. Gríðarlega verðmætt afurð sem áður kannski var ekki nýtt sem skyldi. Hér annað dæmi það hvernig kerin nýtt til að búa til hágæða parmaskinku, söltun á skinku. Hér verið að sýna hvernig kerin nýtt til að búa til gæludýrafóður, en reglugerðir og kröfur í gæludýrafóðursiðnaði eru jafnvel strangari heldur í reglugerðir til manneldis. Hér sjáum hvernig kerin nýtt til að hreinsa og halda skeldýrum á lífi og ala. Eitthvað sem við sáum ekki fyrir þegar Þorbjörg var heimsókja okkur á Dalvík 7 ára. Og kerin eru hér sem dæmi nýtt til þess að inn í bakari. Hér verið að búa til hágæða keks og brauð hjá stóru bakari í Evrópu. Þannig að við teljum okkur hafa tekið ákveðna ábyrgð og forystu í því að þróa vöru sem kemst inn í margvíslegan iðnað og þar með höfum við náð að draga úr sóun og svo nýsköpun og forysta sem við fórum á stað með í upphafi
hafði alltaf það að leiðarljósi að við verðum búið til margnota umbúðir með langan líftíma. Og eins og við komum inn á það, við fórum í það vegferð að búa til deilihagkerfi fyrir 12 árum síðan og þar erum við með 55.000 einingar í leigu í allri norðanverðri Evrópu. Öll vöruhönnun okkar tekur mið af endurvinnslu. Kerin okkar eru endurvinnaleg, sem gríðarlega mikilvægt. Endurvinnsluferlið, við höfum þegar tryggt að það sé til staðar og hráefnið aftur nýtt í nýja vöru. Við erum í markvissri nýsköpun og vöruþróun til að skapa virði og draga úr sóun. Það bara okkar markmið, bæði innan fyrirtækis og með okkar viðskiptavinum. Og síðast ekki síst, þá öll okkar framleiðsla í dag á kerum með endurnýjanlegri orku. Við erum eina fyrirtæki í heiminum sem getur státað þessu. Það bara þannig. Aðrir að nota olíu, gas eða annað jarðeldsneyti til þess. Og við lítum aðeins betur inn í endurnýjanlegar orku. Að fara í þessi orkuskipti, við hófum þessa vegferð fyrir 12 árum, 2012 segi ég. Og annað stórt skref þar var tekið í mars núna síðastliðnum, þar sem við náðum að taka enn stærra skref og 2/3 af okkar framleiðslu tækjum eru nú knúin rafmagni. Þannig það ger okkur kleift að framleiða öll ker með rafmagni. Það gerir það verkum að heildarmengun CO2 losunar 900 tonnum minna en ella. Og þá komum við inn á heiminn sem að Jóhannes kom inn á hér í upphafi. Þannig að hér eru við líka að hjálpa til. Sjálfbærni skiptir okkur öll máli og við erum mjög stolt af því að vera búin að þróa fullkomlega endurvinnalega vöru og ker. Ferli bara þannig, við framleiðum okkar hönnum og framleiðum hana og afhendum hana til okkar viðskiptavina sem að nýtir hana í ýmsan iðnað. Svo eftir 15-20 ára annars ár hjá vörunni, þá tökum við hana tilbaka, við mölum hana niður og það búið til hráefni sem við getum nýtt inn í okkar framleiðsluferli aftur og þannig getum við búið til nýja vöru og afhent aftur út á markaðinn. Sama má segja leigufyrirkomulag hjá okkur. Við erum með ITUB með afhendingastöðvar víða í Evrópu. Viðskiptavinurinn fær afhendar vörur af þeim frá þeim stöðum og nýtir síðan kerin okkar til þess sem hann þarf og hann skila þeim síðan aftur á næstu skilastöð. Það eru kerin þvegin, það gert við þau ef einhver slys hafa orðið og það fer fram gæðamat. Og ef að kerin orðin það lúin og þreytt, þá eru þau endurunnin og fara inn í fyrrnefnd endurvinnsluferli. Þannig höfum við tekið ábyrgð á því að bæði deila og loka þeirri hringrás sem nauðsynleg og tekið ábyrgð á því sem við erum þeirri þjónustu sem við erum að veita. Það líka gaman að máta starfsemi Sæplast vel, hvernig það tengist vel heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. En ef við bara stiklum aðeins á nokkur þeirra hér, þá Sæplast vaxið og dafnað frá stofnum og með skýr framtíðarmarkmið sem skapar góða atvinnu og hagvöxt. Þar erum við farið framsækin hönnun og framleiðsla á endurnýtanlegum og endurvinnanlegum umbúðum frá stofnun. Sæplast með starfsemi í litlu samfélagi, það skapar þar verðmæt og fjölbreytt störf sem ekki sjálfgefið. Sæplast nýtir þegar gömul ker til að búa til ný, sem gríðarlega mikilvægt. Og ker eru framleidd með grænni orku og einstök hönnun kerana spara líka vatn og orku þar sem þau eru endurnýtanleg. Og þetta að verða meira og meira tekið tillit til þess hjá viðskiptavinum okkar í dag, vegna þess að vatn og orka eru gríðarlega dýr og á skornum skammti. Og Sæplastkerin hámarka einnig verðmæti afurða og lágmarka hættu á sóun og rýrnun. Þannig við erum voðalega stolt af því að geta tekið þetta svona saman og horft tilbaka og eins til framtíðar að sjá hvert við erum að fara og við erum leiðandi á mörgu sviði eins og ég nefndi. Við erum eina fyrirtæki í heimi sem getur státað því að nota raforku í framleiðsluna og einnig erum við eina fyrirtæki í hverfisteypu iðnaði sem er fara að nota taka tilbaka vörur og endurvinna og nýta aftur í nýja vörur. Ég ætla bara að loka á því með því að skila kveðju frá einum samstarfsmanni mínum, en þegar vissi að þessum viðburði hér í dag,
Hann búinn að vera starfsmaður Sæplast í 39 ár, hann mista fyrsta árinu. Þá laumaði hann tölvupósti tíminn og sagði: það fagnað efni og fróun, fólgin í slíkri þróun og fullvissa klár að í 40 ár hefur Sæplast unnið gegn sóun. Takk fyrir. Já, Sæplast veldur ekki 7 ára gamlir mér vonbrigðum. Þannig að ég bara, já, og takk fyrir þessa vísu, mjög góð. Nú erum við í raun að fara að setjast í hópa og skrifa framtíðina, hvert ætlum við. Streyminu fer sérst að ljúka, þið sem eru heima, en þið megið endilega senda okkur ef þið eru með einhverja pælingar bara áherslur eða aðgerðir eða framtíðarsýn fyrir Saman gegn sóun. Þá megið þið senda þær á samangegnsóun@samangegnsóun.is. Svo verða fleiri svona viðburðir á fleiri stöðum á landinu, í höfuðborginu, á Suðurlandinu, á Ísafirði og Egilsstöðum. Þannig að það verða mörg tækifæri til að koma svona ykkar hugmyndum áleiðis. Þannig að já, vilt þú ekki bara taka við, Jói? Segja hvað við gerum næst. Já. Ættu ekki að taka smá kaffi fyrst samt? Jú, Er það er ekki? endar, já. Já. Er ekki allir sammála því? Já. Og við skulum bara endilega líka spjalla smá þar og Hefur ekki bara að taka þið- bara 10 mínútur, er það ekki fínt? jú, þið Já. í streymi, ég veit ekki hvað mynda vil ég horfa í, en bara takk fyrir og við endilega sendi okkur hugmyndir. Hinir, kaffi. Já.